Þessi hérna bíl, Polestar 4, hann hreint út sagt alveg geggjaður. Það alveg meiri háttar aka þessu. Hann með 100 kWh rafhlöðu, 2 rafmótora og þessi rafmótorar að gefa honum alltaf 544 hestöfl. Hann 3,8 sekúndur í 100. Já, og þú ert svona 30 mínútur að hlaðan tæpa 400 km og hann getur tekið alltaf 200 kWh inn á sig í einu eða 22 í heimahleðslu eða átt þannig hleðslustöð. Togið í honum 650 Nm á móti þessum 544 hestaflum sem að gerir þess að 3,8 sekúndur þannig að maður þrýstist aftan í sæti þegar þú gefur honum inn. Það gríðarlegt afl í þessum bíl og það fer endar mjög vel með mann. Hann þannig stilltur þessi bíl, hann með mjög þægilega fjöðrun. Hann líka með stillanlegt stýrið, þú getur stillt stýrið á 3 mismunandi vegu, haft það mjög létt milli og svo þyngra þegar þú ekur hraðar. Það ýmislegt í þessum bíl sem svona framúrskarandi tæknilegt sem gerir aksturinn mun ánægilegri heldur en ella. Hann með hellinga myndavélum hérna, allan hringinn og skynjurum og hann náttúrulega búinn öryggis þáttum sem úr smiðju Volvo. Þetta alveg magnað ökutæki. Hann ekki með afturrúðu sem kannski skelfir marga en þeir hafa ráð við því, hönnuður hjá Polestar og verkfræðingar því að hér maður bara með baksinni spegil sem myndavél og miklu einfaldara að sjá aftur fyrir bílinn heldur en að vera að horfa út mislitla eða stóra glugga aftur í og misskítuga. Nú skottplássið á honum við erum að tala þar 526 lítra farangursrými. Það svolítið sniðugt hérna aftur í á þessum bíl að það hægt að setja hann á fleiri hæðir. Við getum lækkað þetta hérna aðeins og þá erum við komið með dýpra farangursrými og farangursrýmið að nýtast mjög vel. Þetta mjög vel hérna frá gengi hér. Hér svona álbakki sem hægt að skvísa hérna farangurinnum inn í þannig að maður eyðileggur ekki bílinn sjálfan ef maður að taka út þunga töskur. Ef þú leggur niður sætin sem eru 60-40 þá hann á 1536 lítrum í heildina. Svo virkilega gott að aka þessum bíl. Hann mjúkur, hann miklu mýkri heldur en til dæmis Polestar 2. Samt hægt að fá þann bíl með stillalegri fjöðrun. 25 lítra frönk. Hérna mjög gott að geyma til dæmis kapla og eitthvað svoleiðis sem þarf til hleðslu. Þetta náttúrulega alveg æðislegt að sjá ekki neitt hérna onni nema bara plasthíf. Mjög vel frá þessu gengið. Hlífin hérna með svona dempurum. Mjög auðvelt að loka henni skítlétt. Við erum komið með bíl sem hentar mjög mörgum og ef við pælum aðeins í verðina á þessum bíl miðað við samkeppnina þá get ég ekki séð að það sé eitthvað að trufla. Ef við skoðum bara bíla eins og Mercedes-Benz eða Audi, Porsche þá erum við að tala hér mjög sanngirnishætt verð. Ef við spáum aðeins í inn- og útstig þá það stórfínt alveg. Hérna bara eins og að sitja í eins og maður væri bara með vantar bara engabílstjóra. Þetta rosalega þægileg sæti hérna. Þetta eiginlega eins og maður settist í svona körfustóla hérna. Sætin fallega hönnuð hérna. Maður situr mjög vel hérna. Reyndar eru fæturnir aðeins upp hérna vegna þess að gólfið pínulítið hærra út af rafhlöðunni. En á móti kemur að sætin bara eru svo rosalega þægileg. Halda vel við og höfuðpúðarnir í þessum bíl náttúrulega alveg meira þarna. Þú myndir sitja hérna og maður gæti bara slaka vel á í ferðinni. Hérna fyrir aftan mig síðan náttúrulega engin afturrúða. En hér eitthvað svona eitthvað panel hérna með svona lýsingu á bakvið, umhverfislýsingu. Þetta ógeðslega flott. Hér síðan armpúði sem hægt að taka niður og hér hægt að halla sætinu bara með rafmagni þannig að
já, þetta er þvílíkur lúxus að sitja hérna. Höfuðplássið hérna er alveg nægt. Ég er eins og fram hefur komið 1,90 þannig að ég finn ekki neitt fyrir að sitja hérna. Armpóðin er virkilega þægilegur og hérna hér er nokkuð takki. Sjá, ég vissum að það eru bollahaldarar hérna. Síðan lítill skjár hérna þar sem er hægt að stilla bæði afþreyingu, útvarp og músík og miðstöð og hér eru síðan 2 USB-C tengi og það er hægt að koma fótunum hérna vel undir. Það er lýsing hérna undir stólunum sem gerir þetta svolítið kósí. Svo eru flott ljós hér. Svo er þessi glertoppur hérna sem er einkennandi fyrir Polestar. Efnið í sætunum er æðislegt. Þetta er svona, ég held fyrst að þetta væri einhver leðursæti, en það er nú ekki. Þannig að þetta er endurvinnanlegt og það hlýtur að vera virkilega gott að halda þessu hreinu eða þrífa þetta. Hérna eru síðan barnastólafestingarnar og báðum megin hérna, þannig að ég er mjög ánægður með þetta. Efnisvali í bílnum er náttúrulega svolítið flott líka, magnað alveg hérna hvernig þeir hafa búið til þessi efni og þetta er allt saman úr endurunnu eða endurvinnanlegt efni, mest af því í þessum bíl. Þannig hann er ansi vistvænn, þannig lagað. Og ef við tölum aðeins um aksturinn, hvernig er að keyra bílinn, þá er það eiginlega bara eins og maður svífa á skýi. Þetta er nánast algjörlega hljóðlaust. Hann er mýkri heldur en hinnir bílarnir. Miklu mýkri, þú finnur ekkert fyrir misfellum hérna. Það er bara eins og þú sért að fá smá svona kíkli í bakið. Svo er það sætin, þau eru fullkomin að mínum mati. Verka þannig að seturnar eru lengjanlegar hérna og það er þetta tósaðar aðeins þannig að það passi alveg undir hnésbæturnar á manni. Seturnar eru breiðar og góðar og þær halda mjög vel við búkinn og svo er eitthvað svakalega þægilegt hérna með höfuðpúðana, hann tekur eiginlega alveg við höfðinu hérna. Það er sjaldan sem ég hef setið í svona góðri stöðu, bara talsvert lengi vegna þess að maður horfir hérna mjög vel út úr honum. Þó að hann sé frekar lágur bíllinn að þá er þetta svona eins og SUV feelingur að akkunum. Fjöðrunin hefur verið eitthvað endurstillt frá tvistinum því að hún er alveg, maður finnur bara ekkert fyrir þessu. Það er alveg rosalega þægilegt að aka bílnum.